Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Já, við höfum fjallað undanfarið svona afleiðingarnar af kjöri Trump sem forseta Bandaríkjanna og hann búinn að taka við embættinum, sestur að í Hvíta húsinu og við höfum líka verið að ræða svolítið það, er hann fasisti eða er hann með svona fasíska tendensa, ættu við að vera á varðbergi fyrir því að það veri uppgangur fasismans í heiminum og áhrif kjörs Trump á pólitíkina í öðrum löndum og kannski ekki síst inn í Evrópu og kannski ekki síst í Þýskalandi þar sem skjaldsveit hans Elon Musk mætir á fundi hjá valkost fyrir Þýskalandi eins og sáflokkur heitir á íslensku. Ég ætla aðeins að bera þetta undir sérfræðing okkar í þýskum stjórnmálum, Ragnar Hjálmarsson sem býr í Berlín og þú ert stjórnmálafræðingur eða ekki, Ragnar? Jú, það passar. Já. Hvað segirðu manstu þegar að Bannon var að ferðast Evrópu fyrir svona nokkrum árum og fyrir í stjórnartíð Trump að þá voru svona evrópskir stjórnmálamenn frekar að ýta honum í burtu og svona töldu að það væri ekki sér til hagsbóta að vera svona áhrifin af bandarísku stjórnmálum undir svitast inn. En hver eru áhrifin í Þýskalandi á áhuga Elon Musk á þýskum stjórnmálum? Já, sko, eins og við nefnum með Bannon að þá náttúrulega hefur það sem gerst í millitíðin náttúrulega bara miðjan hefur færst. Þannig að allt flokka landslægið og umræðin hefur öll færst svolítið sko nær því og þeim svona pælingum og aðgerðum sem að þessi international populistana vill sjá. En sko hvað var það kosningu Trumps og Elon Musk og aðgerðir hans að það hefur í raun og veru sett allt á annað endan hér í Þýskalandi. Þú opnar varla blöð eða hlustar á fjölmiðla eða skoðar samfélagsmiðla tengd pólitík og það Trump og það Elon Musk sem að dominera. Eins og þessi í framboði bara? Já, þeir eru bara búin að setja svolítið svona kosningaumræðina bara svolítið í kerfi að Þjóðverjar eru svolítið svona þeir vita eiginlega ekki alveg hvernig þeir eiga að bregðast við og þetta erfitt mál fyrir þá. Ég meina AfD, sko ef við förum þá aðeins yfir flokkapólitíkina í Þýskalandi þá ertu með sósíaldemókrata sem að Olaf Scholz, kanslari, fer fyrir. Þeir eru búin að missa töluvert fylgi, eru svona í einhverju svona 16-17% núna. Síðan ertu með græningja sem eru með Olaf Scholz í stjórn, þar Robert Habeck. Þau hafa líka mist töluvert fylgi frá góðum kosningu 2021, eru núna föst í svona 14-15%. Og síðan ertu með kristilega demokrata sem að Friedrich Merz fer núna fyrir og kristilega demokratar og systurflokkur þeirra CSU í Bæjarlandi eru samanlagt með svona 30%. Og síðan ertu með AfD sem að fyrir 4 árum fekk svona slefað yfir tveggjastafatöluna og núna komin í 20%. Og virðist ekki bifast þaðan og síðan ertu með svona minni flokka og þeir nú líklegir að ná ekki yfir 5% þröskuldin sem svo sami og á Íslandi. Það ertu með frjálsa demokrata, þú ertu með gamla vinstrið og síðan ertu með samtök Söru Wagenknecht sem svona populískur vinstri og populískur hægri flokkur í einum. Sem þá kannski líklegastur af þessum 3 minni flokkum að mynda stjórn. Þannig að þú ert með þessa 3 flokka sem að eru, það að segja, kristilegi demokratar, sósíaldemókratar og græningjar. Og þetta eru þessi svona mainstream flokkar sem að hafa verið hérna á sviðinu frá endalokum stríðsins, græningjar aðeins kemur. Og síðan ertu með hinum megin að þá ertu með öfgaflokkana, það að segja Alternative für Deutschland, AfD og síðan Söru Wagenknecht. Og það fer eftir hvað kemur upp úr kjörkössunum núna 23. febrúar en þá möguleiki að þú ert með 3 mainstream flokka til þess að ná meiri hlutu að þá þurfur aftur 3 flokka stjórn
kristilega demókrata, sósíaldemókrata og græningja og að stjórnarandstaðan yrði þá algjörlega setin eða stjórnarandstöðubekkir yrði þá fullsetnir af meðlimum nýrra öfgaflokka, hægri og vinstri. Þannig að staðan í Þýskalandi svona pólitískt mjög erfið og síðan náttúrulega bætist ofan á það að Þýskaland í krísu, bæði pólitískri krísu, það í efnahagslegri krísu, það búið að vera, hagvöxtur búin að vera rétt fyrir neðan við nullið síðustu 2 ár, á sama tíma til dæmis og bandarískur efnahagur búin að vaxa 11%, það hefur engin vöxtur átt sér stað hérna. Og síðan líka svona ákveðin menningarlegur skurðpunktur hérna í gangi, bæði varðandi hvernig Þjóðverjar líta á sig og líta á söguna og líta á það sem að kallast minningarpólitík eða erinnerungspólitík. Þannig að þau gerðu upp við seinni heimsstyrjöldina og það allt svolítið í flúksi sem sést meðal annars af Elon Musk að hann skellir sér upp á skjáin á flokksþingi Alternative für Deutschland og segir þáttakendum á landsfundi að hafa engar áhyggjur af því að þeir eru að losa sig undan ábyrgð og skuld af og ömmu og mömmu og pappa og að Þýskaland eigi að verða greit aftur sem að náttúrulega rosalega stuðandi fyrir stóran hluta þýska samfélags. En hefur þetta hljómgrunn í Þýskalandi þegar Elon Musk kemur og segir þetta, þetta þá það sem að kannski góður hluti, kannski meiri hluti vill heyra? Ég myndi, það markaður fyrir þetta hittir alveg fyrir, en ég myndi segja að það bæði landfræðileg skipting, það að segja þessi skilaboð falla í frjórri jarðveg í gamla austrinu og síðan líka ákveðinleiti aldursleg skipting út af því að ef maður skoðar kosningarannsóknir að þá sýna þær að til dæmis að Þjóðverjar sem eru 70 ára og eldri að sá hópur fólks sá ólíklegast til þess að kjósa Alternative für Deutschland á meðan að flokkurinn hefur verið að ná töluverðu fylgi sérstaklega í síðustu Evrópukosningum meðal ungs fólks. Þannig að unga fólkið kannski og fólkið í austrinu móttækilegra fyrir þessum boðskapi heldur en svona almennt gengur og gerist. Og síðan náttúrulega í bakgrunnum náttúrulega eru Þjóðverjar og pólitíska elítan að horfa á hvað að gerast í Austurríki. Það sem þú ert með mjög svipaða stöðu, þú ert með kristilega demókrata, sósíaldemókrata og frjálslynda sem að þeim hefur ekki tekist að mynda saman stjórn og á sama tíma ÖFP, gamli flokkurinn hans Haiders, að hann komin núna í 8. stöðu og að leiða stjórnarmyndunarviðræður við kristilega demókrata. Þannig að það svona kannski sú staða sem að fólk óttast hvort að þessi eldveggur hefðbundnu stjórnmálaflokka að vinna ekki með AfD, hvort að hann muni í raun og veru halda eftir kosningar. Og hann hefur verið að falla víðum heim í Hollandi og að sömuleyti í Svíþjóð, löngufallin í Danmörku og fleira, þótt að sé ekki þannig ríkisstjórn núna. Þannig að það möguleiki að kristilegi demókratar myndi ríkisstjórn með Alternative for Deutschland. Ég myndi halda að það væri afskaplega ólíklegt. Virkilega ólíklegt. Ég meina það getur allt gerst í pólitík. Reynsla þeirra af svona ríkisstjórn yfir miðjuna var mjög slæm fyrir nokkrum. Já, Große Koalition sem var þarna sem Angela Merkel var með sósíaldemókratum og hún reyndist ekki vel. Eða það að segja, Merz segir það, ég meina Þjóðverjar voru mjög ánægðir með það. Merz segir að það hafi ekki gengið vel út af því að í raun og veru hafi Merkel í raun og veru tekið öfugan Tony Blair. Það var oft sagt að stærsta afrek Margaret Thatcher var Tony Blair, hvernig hann sneri sínum flokk og það má segja að Angela Merkel hafi gert það við sinn flokk, kristilega demókrata.
og hún færði hann mjög langt til vinstri, miklu lengra til vinstri heldur en kannski eðlilegt var. Þannig að ég held að það búast allir við því að Friedrich Merz verði formaður kristilega demokrata, að hann verði kanslari eftir kosningar. Og ég held að þjóðarar vinstrarmegin, þetta verður svolítið köld sturta út af því að Friedrich Merz hefur fært flokkinn mun meira til hægri. En ef við stúum okkur aftur að eldveggnum, að þá hefur eldveggurinn í raun og veru 2 eiginleika. Að það er annars vegar það að vinna ekki með AfD formlega, að vinna ekki með AfD, og síðan hitt að það er ekki keyrð í gegn lög með stuðningi AfD. Það er að segja mainstream flokkana myndi ekki leggja fram lagafrumvörp vitandi það að þau geti komið í gegn bara með stuðningi AfD. Og þarna núna helgina að þá sagði Merz að hann væri mögulega tilbúinn til þess að kynna til leiks mjög harða útlendingalöggjöf með stuðningi hvers sem vill styðja það á þess að nefna AfD á nafn. En reynda síðar í pósti sem að höfuðstaður flokksins sendi út til sinna félagsmanna, þá var sagt að jafnvel þó að AfD styðji einungis þetta með okkur, að þá munum við keyra það í gegn. Og það er það sem fólk hefur áhyggjur af. En hvaða merkingu hefur þetta? Er einhverja líku til þess að flokkur sem að væri í svona breiðu bandalagi gæti lagt fram svona til hliðar stefnu sem að væri óþökk flokkana sem eru með honum í ríkisstjórn og með stuðningi AfD? Nei, ég held náttúrulega ekki. Þetta er náttúrulega fyrst og fremst bara svona retorík fyrir kosningarnar, og það sem Friedrich Merz vill gera, hann er að veðja það með því að taka mjög harða afstöðu í innflytjendamálum að hann geti náð inn einhverjum atkvæðum frá AfD. Og það hefur margoft verið bent á það samanburðar rannsóknir í stjórnmálafræði í kosningum að þessi strategía gömlu borgaralegu hægri flokkana, hún hefur ekkert gengið voðalega vel upp, að þetta í raun og veru bara færi fleiri vopn í hendurnar á öfgamönnum. En það sem er kannski raunverulega hætta, og það sem ég finn í mínum samtölum hér er að fólk hefur áhyggjur af, er að Þýskaland stendur fyrir að það þarf að gera miklar systematískar breytingar, og Þýskaland er land sem á erfitt með að gera breytingar. Og Friedrich Merz mun hafa svona 3 ár til þess að keyra í gegn þessar breytingar og sérstaklega í efnahagsmálum. Og ef að það gengur hægt eða gengur illa, sem að ég myndi nú frekar búast við heldur en hinn, og síðan ertu með þessa pressu frá Bandaríkjunum á Evrópstjórnvöld, og hvað má vita hvað gerist á næstu árum. Evrópa er í mjög þröngri stöðu í alþjóðapólitíkinni, að það sem að fólk hefur áhyggjur af er í raun og veru kosningarnar 2029, næsta kjörtímabil. Að ef þú ert þá með alla 3 mainstream flokkana í stjórn, og það er óánægja, og við erum ennþá í svo populístíska mómenti þar sem að ríkisstjórnin sitja bara í raun og veru 1 kjörtímabil, að þá verður faðmurinn ansinn opinn fyrir AfD, og það er kannski það sem maður ætti að hafa helst áhyggjur af. Og það er eini flokkurinn sem er valkostur við hvað við getum kallað svona hefðbundin stjórnmál. Þú nefnir að stóru flokkana sem eru þá jafnaðarmenn, kratar, og þú ert með kristilega demokrata sem er hefðbundni hægri flokkurinn í Þýskalandi, og svo ertu með græningjana, en frjálslyndir eru líklega að falla þingi. Linke sem er svona vinstri flokkur sem á rætur í austrinu, að hann mun ekki ná inn samkvæmt könnunum, en hins vegar er kominn nýr vinstri flokkur sem er svolítið sérstökt fyrirbrigði í evrópsku stjórnmálum. Það er Sara Wagenknecht bandalagið, það sem að sömuleyti taka upp útlendingaafstöðu AfD, en eru og þau eru mjög og síðan á saman tíma eru mjög svona kannski nálægt svona retorík Rússlands hvað varðar Úkraínustríðið, og síðan eru þau mjög
íhaldsum þegar kemur að svona, hvað maður segja, að svona félagslegum gildum. Hvað var það, sko, hinsegin réttindi, sko, stöðu kvenna og svona mjög svona traditional. Þetta svolítið svona, þetta populískur flokkur en hann tekur báðum megin úr hestaskeifinu. Sko. En AFD kannski svona sömu náttúru og kannski það sem við þekktum fyrst svona danski þjóðarflokkurinn sem vill uppbyggingu velferðarkerfis en bara fyrir okkur, ekki fyrir útlendinga, íhaldssöm í þau málu sem þú ert að nefna núna. Þannig að maður spyr sig þá hver þá munurinn á Söru Wagenknecht og AFD? Sko, persónulega sé ég ekkert eitthvað rosalega mikið mun. Ég meina, ég held að það kemur að kannski að efnahagsmálum, en síðan kemur náttúrulega bara síðan þegar maður fer að skoða stefnur þessar populískar flokka. Að þú skoða, sko, fyrir reyndan þýskan stjórnmálaskýrenda að segja hver efnahagsstefna AFD, að það bara ekkert ljóst. En þetta miklu meira á tilfinningunum, á væpinu, þú veist, þetta á þessu level. Já, við þekkjum það frá Íslandi eins og það til dæmis ekki auðvelt að átta sig á hver raunveruleg stefna miðflokksins eða flokksfólksins þegar bara að fer á heimasíðurnar og að lesa einhverja samþykktir og það einhver gamla samþykktir sem að adressa einhver tiltekið mál sem að voru í umræðinni þá en maður sér eiginlega enga svona heildarstefnu út úr þessu. Nei. Og það líka eins og fólk hefur verið að segja, sko, svo nefndir þegar við verið að tala hvort að Trump sé fasisti eða ekki og þá líka spurning hvort að Musk sé fasisti eða ekki. Og ég náttúrulega, þú spyrði einhvern hérna í Þýskalandi hvort hann hafi verið með Hitlers kveðjuna, daginn, það saman hvernig þú spyrð, þá allir þjóðir alveg vissir á því hvað það og ég meina þú lendir nú bara, getur lent í vandræðum í lögreglunni ef þú húkkar leigubíl á vitlausan hátt. En hvað var það Musk að þá líka, að má líka hugsa það þannig, af hverju hann að daðra við þessa hægri populísku flokka og það náttúrulega, þú veist, Musk maður sem hefur sína hagsmuni og greinilega nýtur þess að efla sín völd og það eitthvað svona ginnungagaflana inn í þessu manni sem vill alltaf meira og meira og þessi populísku flokkar að þeir með mjög veikan hvað maður segja, svona partístruktúr. Þetta mjög veikir, ontológist þetta mjög veikar einingar, þetta mjög veikir flokkar. Þannig að það mjög auðvelt að þú hugsar og þú áttir risastóra verksmiðju í úthverfi Berlínar og vilt hafa áhrif á stjórnvöldin og þú lítur yfir flokkalandslagið og hugsar, hvaða flokk get ég haft áhrif á? Þú getur haft áhrif á þessa populísku flokka sem hafa mjög veikan strúktúr. Ég ræddi hérna við Eirík Bergmann í gær og við vorum að tala svona það viðspyrnu sem að Trump og svo hægri flokkar í nýhægrið í Evrópu hefur og það oft í svona riðbeltum að það hafi kannski á undanförnum áratugum að þá hafi orðið svona gliðnun í samfélagunum á milli borganna þar sem að eru kannski öflugur hagvöxtur og miklu meiri landsframleiðsla heldur en kannski í dreifðari byggðum og þá verður til svona fólk sem upplifir sig hafa verið skilið eftir réttilega og það var skilið eftir. Í Þýskalandi riðbeltið eiginlega gamla Austur-Þýskaland og AFD sækir viðspyrnuna þangað og svo til yngra fólks í vestrinu. Hvað með Söru Wagenknecht? Hún að sækja í sömu slóðir? Hún sterkust í austrinu? Hún á sömu slóðum. Þetta hún alveg á sömu slóðum og hún fær nú ekki mikið fylgi í vestrinu. Þetta mest í austrinu og þetta þá líka fyrrum kjósendur vinstrinsins til líka, það sem að hún fór fyrir á sínum tíma sem eru að kjósa hana og þetta fólk sem að, þú veist, hún hefur keyrt mikið á andstöðu við Úkraínustríðið og alveg réttilega eins og þú segir, þetta líka bara fólk sem hefur fundið það að það hefur ekkert mikla snertingu við ríkisvaldið ekkert að gera neitt voðalega mikið fyrir þau. Og þetta líka svæðið sem að með minnstu innflytjendurna og þú veist eins og til dæmis í Dresden þar sem að Pegida-hreyfingin startaðist á sínum tíma
að þetta var kallað, það hvergi í Þýskalandi eins lítið innflytjendur, en það líka að þetta svæði, að það liggur í svona lægð, í svona dal. Og þetta var sá dalur þar sem vestur-þýska sjónvarpið náði ekki yfir, sem allir horfðu á í Austur-Þýskalandi. Þannig að þetta var talað að þetta var svona dalur svona þeirra sem vissu ekki mikið. Þannig að þetta eru svona, já. Já, en nú er ekkert það deilt að í þessum samfélögum eins og í Bandaríkjunum með sitt riðbelti, norðurhéruðin í Bretlandi, það er líka riðbelti í Frakklandi og þannig það er ekkert það deilt að það er eitthvað ójöfnuður í þroska þessara ríkja og maður myndi ætla það að þá aðri flokkar eins og kratarnir eða kristilegir demokratar, græningjarnir myndu bara adressa þetta sem vandamál í samfélaginu. Þetta gengur það ekki ef við ætlum bara að skilja Vestfjarðakjálkan eftir á meðan það er allt í blússi hérna fyrir sunnan. En maður verður eiginlega ekkert var við það í pólitísku umræðu að þetta sé vandamál, að þessi gliðnun í samfélaginu sem verðum að adressa alveg eins og gliðnun á milli kynslóða eða milli kynþátta eða milli kynja eða hvað sem er. En maður saknaði svolítið í pólitísku umræðu að það sé verið að adressa þetta. Síðasti sem ég man eftir sem ég gerði einhverju krafti var hann Johnson í Bretlandi sem að talaði mjög sterkt inn í norðurhéruðin í hjarta fylgis verkamannaflokksins hérna fyrir nokkrum árum. Já, ég meina það er mjög rétt hjá þér og kosningarnar, Evrópukosningarnar í sumar kannski líka sýndu það að fyrst og fremst að þær strategíur sem að mainstream-flokkarna hafa verið að nota bara hafa ekki verið að virka og það er kannski svona líka eins og að koma núna svona í postmortuminu frá Bandaríkjunum að það er búið að vera svona ákveðin svona frjálslynd svona hegemónía, hvað varðar diskursinn, hvernig fólk talar, að það eru bara svona ákveðnir hluti sem eru réttir og það er ekkert mátt hreyfa við þeim en samt sem áður að það er mikil skipting auðs hérna í Þýskalandi og og vestrið líkara heldur en austrið, en fólk samt sem áður í austrinu hefur það ekkert við erum ekki að tala sömu vandamálinu eins og eru í Bandaríkjunum. Við erum ekki að tala ópíóðakrísu, hálfgert lögleysi, enga vinnu og eitthvað þess að það er atvinnuleysi en það er ekki eitthvað rosalega hátt. Í Bandaríkjunum erum við með bara minnkandi lífslíkur og það er eins og að hluti af samfélaginu sé að dunka niður bara áratugi í þróuninni. Það er ekki þannig í Þýskalandi. Þú ert ekki með það hérna, þú ert með öflugt velferðarkerfi. Þú ert, ef þú lendir ef þú ert ekki með atvinnu og dettur á atvinnuleysisbótum, þá færðu samt sem áður húsaleiguna greidda fyrir þig, heilbrigðiskerfi greidda fyrir þig, menntunir ókeypis og 70 skall í vasann til þess að kaupa mat. Ég meina, þetta er ekki eitthvað, við erum langt frá Bandaríkjunum hérna. En þá stundum hérna heima verið að tala svona vók og svona og þú veist einhver leiti að vísa til þess áðan að það væri svona í umræðinu þá máttu segja hitt og máttu ekki segja annað. Þetta einhver leiti svona svimaður leiti eins og í Bandaríkjunum að svona menningarstríð með einhverjum hætti að það sem að hefur verið látið líta út fyrir að við höfum svona sameiginlegt markmið þróun ríkisins að bara stór hluti landsmanna bara ekkert á því að þetta sem að þú telur að vera hérna góðu leið sem að samfélagið á, mér langar bara ekki að fara hana. Já, fólk það hefur kannski verið þannig en það hefur líka kannski síðustu árin og sérstaklega undir þessari stjórn að hún bara búin að vera svo verklaus að það búið að vera svo lítið að gerast að fólk kannski ekki endilega það hópar fólks hérna í þýsku samfélagi sem vill ekki þessa innflytjendur og finnst ákvörðun Merkels 2015 að taka 1 milljón sýrlenska innflytjendur hafa verið alveg agaleg og getur kennt öllum því en síðan líka til dæmis eins og þegar kemur að MeToo til dæmis sú bylgja bara hún varði ekkert henni í Þýskalandi hún átti sér varla stað. Black Lives Movement dæmið, það kom aðeins hingað inn og það sem að gerðist kannski átökin, menningar átökin eru meira í þessum uppgjörinu við
seinni heimsstyrjöldina. Hvert Þýskaland? Og á ég að bera samviskubit út af syndum. Já, og Þjóðverjar voru svolítið svona búnir heldur að það voru bara búnir svolítið með þetta diskurs og hefðu bara fengið 10 fyrir það og síðan kemur stríðið á Gaza og það fer allt svolítið í hnút hjá þeim og þessi umræða hvað varðar síonismann, stuðning við Ísrael og hvað að gera og þetta var bara mjög erfitt fyrir þýskt samfélag og greinilegt líka að þýskt samfélag líka búið að vera að breytast. Ég meina að fyrir vini mína hér í Þýskalandi sem eiga litaða foreldra og foreldra frá arabaheiminum að þegar þú stendur á strætóstöðinni og þú sér auglýsingu fljótlega eftir innrás Ísraels á Gaza og þú sér þá auglýsingu sem varpað á öll strætóskýli í Þýskalandi frá þýsku ríkisstjórninni sem stendur með merki þýsku ríkisstjórnar og það stendur solidaritet með Ísrael. Þú veist, að það svolítið svona, þú veist, fólk, hvaða Þýskalandi tilheyri ég? Það sem stjórnvöld að styðja þjóðamorð á þínu fólki. Á þínu fólki, og ríkisstjórnin þín. Já, má ég aðeins að því að með innsiklingum. Já, við nefndum hérna Trump og þú nefndir Úkraínustríðið að það er náttúrulega Úkraínustríðið hefur kannski haft meiri áhrif á Þýskalandi heldur en mörg lönd. Það er náttúrulega, þau voru mjög háð orkuinnflutningi frá Rússlandi og þessi efnahagslega stöðnun má líklega einhverju leyti rekja til afleiðinga þess. Eitt af því sem að Trump segir að hann vill að Evrópa verji 5% landsframleiðslu í hernað sem eru kannski 10% af ríkisútgjöldum eins og opinbera sem náttúrulega gríðarlega. Það náttúrulega ekki mögulegt fyrir Þjóðverja. Í Þjóðverja, Ólaf Scholz kynnti þessa Zeitenwende sem fór stað með svona gusto en stoppaði. Þau eru þá þegar búin að rífa sig upp svona í 2% núna sem nú töluvert mikið og ég held við Íslendingar erum í 0,16%, 0,11% en það er nú annar mál. En 2% eru 90 milljarðar. Ég hugsa maður líka til þess Trump djöflaðist út í Angelu Merkel á sínum tíma og þú veist, miðbik síðasta áratugar þá var Angela Merkel síðan sem leiðtogi hins frjálsa heims. Hún var á forsíðu Time Magazine sem maður ársins en ekki Trump. Og Trump byrjaði að djöflast í henni og það sem hann var djöflast í var að þessi innflytjendastefna hennar og síðan að hún var að byggja Nord Stream og hún var að reiða sig á Rússana og hún var ekki að eyða neinu í hermálum. Það er ekkert eitthvað voðalega, þú veist, Trump 2.0 er ekkert eitthvað voðalega mikið öðruvísi, Og Þjóðverjar náttúrulega eru búin að vera í djöfisins klemmu. Ég meina þeir eru búin að útvista öryggi sínu til Bandaríkjanna í 80 ár. Þeir eru búin að útvista orkuþörf sinni til Rússlands í 30 ár og þeir eru búin að útvista businessu sínu til Kína í síðustu 20 ár. Þannig að Þýskaland svolítið svona geopolítiskt svolítið svona, þetta svolítið erfið klemma að komast út úr, En Ragnar, þú lýsir þessu svona eins og að Þýskaland á tímamótum. Já. Og nú verður Þýskaland að móta nýja stefnu. Þú nefndir öryggismál, orkumál, viðskipti og það þarf að gera upp við fortíðin á þarfundagötunum. En samt eins og þú sett að segja að það reiknar engi með að þau skil verði í þessu kosningum. Heldur komi líklega einhver svona málamiðlunar stjórnmálastéttin síður saman einhver ríkisstjórn sem að hefur kannski ekki afli til þess að móta nýja stefnu fyrir landið. Þannig að kannski munu úrslitastundin koma og það bara í næstu kosningum. Er það sem móta? Það er það sem við ætlum að hafa svona áhyggjur af. Og þar leiðandi við það er eins og að Þýskaland sé ennþá að sökkva og botninu sé ekki náð, hann kemur einhvern tíma seinna. Já, en við höfum líka, þú veist, við höfum líka vera bjartsýn. Maður líka verður bara að stóla á inkompetensið sem að kemur frá Bandaríkjunum. Það mun vera töluvert inkompetens og spilling sem að kemst þaðan og það getur haft líka svona
svona áhrif að fólk dregur sig saman og það verður líka að segja það að Olaf Scholz búinn að vera mjög slakur evróskur pólitíkus. Hann á mjög fáa vini í Evrópu og hann nær ekki persónulegu rapporti við þau. Hann hefur ekki staðið fyrir neinum stórum verkefnum. Hann hefur ekki dregið nein lönd með sér og það sem að fólk vonast til að Friedrich Merz að hann komi inn með töluvert öðruvísi orku inn í evrópsku stjórnmálin og það náttúrulega síðan spurning hvað gerist í Frakklandi en ég meina þú ert með sem betur fer og það kannski kemur á ljós núna í raun hver krúsjál kosningarnir í Póllandi voru á sínum tíma út af því að þú getur ekki díla við Pólland nema við Úkraínu nema í gegnum Pólland og líka ef það á að taka Úkraínu inn í evrópska faðminn þá verður Weimar-hópurinn að gera það. Það verður að vera Pólland, Þýskaland og Frakkland. Þannig að maður verður að vona það besta en það er ekkit bara eins og ég segi, bara Þjóðverjar, Þýskaland olíuskip sem beygir mjög hægt og tímanir og allt umhverfið það ofsa veður. Þannig að allir það sé ekki svona kannski svona myndlíkingin sem að eigi við. En er þjóðin að ganga til kosninga svona ekki neitt til svona sérstakri stemmingu? Er þetta hnípin þjóð í vanda að fara að kjósa? Það svolítið svona stemmingin svolítið þannig. Ég meina það náttúrulega, það fyrir eftir í hverju þú spyrð ef þú ert ef þú ert stuðningsmaður AfD í austrinu þá mikil orka og spenningur. Ef þú ert kristilegur demokrati þá loksins þá komin einhver almennlegur áttu vonað að komi sterkur kanslari sem að endurspegli þeim gildi og passa upp á að efnahagskerfið fari loksins í gang eftir stöðnum síðustu ára. En ef þú ert svona miðju og vinstra megin við miðju að þá útlitið svona frekar svona dapurt. Ég meina það var þú manst kannski fyrir árið síðan þá komu fréttir að því að AfD væri með plön að senda innflytjendur úr landi, jafnvel þó þau væru með þýskt ríkisborgararétt. Á fundinum núna og það sem að gerist á í kjölfarið það eru fjöldamótmæli út allt Þýskaland. Þau mótmæli hoppuðu fyrst í gang núna helgina. Þú veist, það mættu 100.000 manns í Berlín, minna heldur en síðast. Jú, það einhver svona stemming, en stemmingin á þessum mótmælafundum öll, hún það að segja neikvæð. Hún að verja að eitthvað gerist ekki. Hún ekki að biðja eitthvað jákvætt fram á við. Það bara frekar, þú veist, að eldveggurinn verður að halda. Þú veist, við getum ekki leyft að koma þar að. Það ekki, þú veist, þetta bara varnarleikur. Þetta ekki það að fólk telji sig hafa framtíðina hvert við að stefna, heldur fólk eiginlega að tala að við megum ekki fara þangað sem AfD vill benda. Það sem að fljókinni týra fyrir við að stefna. Já. Herðu, Ragnar, kæra þakki fyrir að gefa okkur smá innlit inn í kosningarnar í Þýskalandi, svolítið út frá kosningasigri eða embættistöku Donald Trump í Bandaríkjunum og þeirri svona skjálftarhinu sem að það hefur valdið víða heim. Ég fæ kannski að slá á þráðinn þegar nærtrygu kosningunum því þetta verður eflaust mjög spennandi kosningar í Þýskalandi. Já, við vonum það. Ok, herðu, kæra þakkir. Takk fyrir Gunnar Smári. Takk. Og ég ætla að halda áfram við rauðaborðið að reyna að skilja hana heim sem við lifum í. Næsti kafli eftir augnablik. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is